Hreinn Tryggvason, þetta var sætur sigur í dag, til hamingju. Takk fyrir það. Hressi, þetta var erfitt í fyrri hálfleik en við vorum miklu skæðar í seinni hálfleik. Já, gerði alltaf mikið bara þessi vindur sem var hérna og við vorum svona, já, ekki alveg á tempói í fyrri hálfleik en rættum það mikið í hálfleik og komum betur út í seinni hálfleik. Ertu sæmilega sáttur í spilamennsku svona almennt í leiknum? Já, sérlega í seinni hálfleik, hún var allt í lagi og komum út og setjum mark á það snemma og eftir það þá var þetta svona, já, frekar okkar heldur en þeirra. Manni hreint bara að vera alveg óstáðandi, hvað 5 marki í síðustu 3 leikjum í hjá honum? Já, hann var tók að tíma að finna markaskóna en hann er svo sannarlega búinn að finna það núna. Þetta er notalegt en stuðningsmennirnir voru frábæri og flottu stuðningar í dag. Já, mjög flottu stuðningar í dag og bara alveg frábært. Ég sagði það fyrir leikina, ég óskaði eftir sem flestum Mjölnismönnum og þeir stóðu svo sannarlega við það. Þeir eru komnir aftur fullum þunga, það er frábært. Eins og eru kallinn og vel við hæfið þetta viðtalsskulu hafa verið með þennan fallaða þjóðsöng okkar hérna í þorpinu, Mjölnismenn. Já, bara mjög gaman og gaman að sjá stúkan full og balarnir setið í þeim og þetta er bara frábær dagur og gott svona afmælisdegi Akureyrar. Svo nú er ég búinn að tryggja okkur svolítið á toppnum eða svona konir í þægilega stöðu, náttúrulega ekki búinn að tryggja neitt en þetta eru þægileg staða núna. Það er ekkert þægilegt fyrir þetta komið, það er bara mjög einfalt. Það er á meðanir. Já, ég meina þetta er bara spurning um að klára okkar dæmi og við erum á toppnum eins og er og við þurfum bara að tryggja okkur í næstu leikjum og en það er ekkert komið fyrir að það er komið. Hressi, til hamingju með daginn í dag, til hamingju með afmæli Akureyrar og til hamingju með sigurinn og fara á njóttu þess. Takk hérlega.